Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Áfallasaga kvenna. Það búið að vera í gangi í heilt ár verkefni að safna gögnum áfallasögu kvenna og þær eru komnar til mín hingað frá Háskóla Íslands. Jóhanna og Edda, velkomnar. Takk fyrir. Þetta rosa spennandi verkefni. Þið eruð að koma hérna til að, ég heldur erindi í dag og ætlið aðeins að segja okkur hérna á N4 hvers þið hefði orðið vísar. Þið fenguð að kíkja í pakka núna nýlega en söfnin enn í gangi. Við byrjum á þér, Jóhanna. Eitthvað sem kom svakalega óvart þegar þið fóru að kíkja? Alltaf fyrst og fremst þetta það að konur taki þátt. Það ótrúlega jákvætt að sjá það og þær eru að gefa þarna kannski allt upp í klukkutíma eða meira af tímanum sínum til að svara spurningum. Já. Þetta allt fyrirframgefnar spurningar og fyrirframgefnir svarmöguleikar. Þannig að við erum bara svona að leiða konur í gegn svona helstu þætti lífsins. Og ég kannski myndi vilja að gefa Eddu aðeins orðið með svona það sem Já, helstu niðurstöður. Já, það sem að það hefur ekki verið gerð svona stór rannsókn hér á Íslandi sem að skoða algengi áfalla hjá íslenskum konum. Og það sem við sjáum erlendis að áföll eru algeng. Það helmingur kvenna sem verður fyrir alvarlegu áfalli á lífsleiðinni og líka karlmenn. Og það sem við erum að sjá að algengi áföll eru algeng hér á landi eins og annar staðar. Og það sem við sjáum líka að af konum sem hafa upplifað alvarlegt áfall að þá 50% af þeim sem svarar með áfallastreitu einkenni í dag. Já, vá. Og þetta eru svona einkenni eins og endurteknar minningar áfallið í formi martraða, forðun frá staðnum þar sem að áfallið átti sér stað að forðast fólk eða staðir sem tengist áfallinu. Þannig til dæmis einhver sem verður kannski fyrir ofbeldi niður í bæ, þá forðast að fara niður í bæ, forðast kannski að hitta vinina sína sem það var með þegar atburðurinn átti sér stað, neikvæðar breytingar á líðan. Skerðing á lífsgæðum? Já, oft þetta veruleg skerðing á lífsgæðum og svona einkennum ofurárækni, svefnerfiðleikar, reiðuköst, pirringur. Þannig að þetta getur valdi verulegri lífsgæða skerðingu. Og þessi einkenni kom oft fram fljótlega eftir áfallið en geta varið í áratugi. Þetta mjög eðlileg viðbrögð eftir áfall og hjá mörgum þá minnka þessi einkenni. En hjá hluta þá eru þessi einkenni til langs tíma. Og við sjáum líka áfallastreitu einkennin þeim tengjast líkamlegum vandamálum. Til dæmis vandamálum frá stóðkerfi, bakverkir, mígreni og meltingarvandamál líka. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á okkar andlega líðan heldur einnig á líkamlega einkenni. Hvað með þessar gigtir? Hafa þær eitthvað tengst þessu líka? Eitthvað svona gikt? Já, erlendar rannsóknir hafa gefið vísbendingum það. En við erum akkúrat einmitt með spurningar gikt. Þannig að það verður mjög áhugavert að við erum svona bara rétt byrjuð að skoða niðurstöður og erum enn að safna gögnum. Það opið til 1. maí. Já, þetta búið að vera í ár. Þeir eru búin að fá 30.000 svör sem magnað. En við getum betur. Við erum, hvað voru það að segja? 200.000 konur? Já, við erum svona tæplega 130.000 18 ára eldri. Þannig að við hljótum að geta bætt við svona 30.000 í viðbót til 1. maí. Það væri það ekki geggjað? Það væri algjörlega frábært og þessi rannsókn hún eiginlega einn stærsta rannsókn sem hefur verið gerð sinna tegundar á heimsvísu. Og þessar upplýsingar eru svo dýrmætar þegar eftir að nýtast okkur og komandi kynslóða, hvernig við getum bætt forvarnastarf og meðferðarúrræði og kortlagt algengi áfalla þannig að við getum farið í að vinna með þá hópa sem eru í áhættu. Og það sem við sjáum líka alveg, það sláandi hvað ofbeldi algengt hér. Að það eru 40% kvenna sem hafa orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni. Eða bæði. Já. En það eru einhverjar rannsóknir til erlendi, segiru, en þær eru bara ekki svona stórar. Það eru bara miklu færri manneskjur í rannsókninni þar. Akkurat, já. Oft nokkur þúsund konur sem eru þá þáttakendur í þeim rannsóknum. Og fyrir framtíða vísindamenn, hvernig getur þetta nýst þeim? Þetta endalaus fjarsjóður? Það akkurat, myndi ég segja. Þetta hugsað náttúrulega sem langtíma rannsókn. Þannig að okkur endist náttúrulega ekki ævinn til þess að fylgja eftir yngstu þáttakendunum. Þannig að það þarf auðvitað að fylgjast með sjúkdómasögu
og þess aftar sem Þannig hægt að að þetta gera. verður aftur sendt út seinna kannski? Nei, það er bara hægt að tengja gögnin við sjúkraskrár. Já. Þannig að það er náttúrulega sérstæða Norðurlandana að svoleiðis rannsóknir, það er hægt að framkoma slíkar rannsóknir. Við náttúrulega gerum þetta allt með leyfi persónuverndar og vísindasiðanefndar og sækjum leyfi fyrir hverja svona samtengingu. Þannig að ef einhver tvítug er að svara í dag, þá tengist þetta sjúkraskránni hennar og einhvern veginn hægt að fylgjast með. Já, við kannski beint ekki tengjum það alveg öllu, en það er sem er hægt að vita, fékkstu krabbamein eða fékkstu hjarta- og æðasjúkdóm eða hver var dánarorsökin. Þannig að þessi rannsókn núna eftir að vefja svona hlaða utan á sig, svona eins og snjóbolti. Algjörlega, en þetta fær eftir alveg kúnstanar reglum. Já, það er aldrei eftir að tengja saman. Aldrei, nei. Og það er aldrei þannig að sá sem að sjúkraskráin fáið síðan þessu upplýsingar frá okkur. Það er aldrei þannig. Nei. Þannig að þetta er algjörlega að fara eftir mjög ströngu reglum hvernig þetta er gert. Að setja svona rannsókn í gang, er það ekki alveg heljarinnar höfuðverkur? Ég meina einmitt, það þarf að fara eftir öllu svona. Jú, þetta er búið að taka mörg ár. Mörg ár. Já. Það var gerð forrannsókn 2014 til þess að sjá prófaspurningarnar. Það voru með konur og kalla og svo er búið að taka, 2018, búið að taka 4 ár. Og eru þið búin að fylgja þessu verkefni alveg frá upphafi? Já, svona með öðru. Já, akkurat. Þá hefur maður, Og þessir, eins og spurningarnar sem við erum að leggja fyrir, þetta er allt byggt á viðurkenndum mælitækjum og búið að fara vel skoða þýðingar og mikil vinna búin að fara í að gera þetta eins vel og mögulegt er. Magna. Og svo náttúrulega þurfum við að velja. Við getum ekki, okkur langar að spyrja svo margt, en tími þáttakandans er svo dýrmætur og við viljum ekki ganga of langt með þann tíma. Þannig að við þurfum að velja vel, við myndum vilja spyrja miklu meira, en við getum það ekki. Þannig að við erum með svona í farvatninu að reyna allavega að senda út annan spurningalista seinna til allra og spyrja það nánar lífsstíl og þess aftar, svo við höfum svona betri heildarmynd. Og ég vil kannski koma í framfæri hvað við erum ofboðslega þakkláttar þeim konum sem hafa gefið sér tíma til að taka þátt. Þessum 30.000? Já, 30.000 og endilega hvetjum konur sem hafa kannski skráð sig inn en ekki klárað að svara inn á áfallasaga.is að ef þeir hafa tök á því að klára að svara spurningarlistunum eða þær sem hafa ekki tekið þátt, algjörlega óháð áfallasögu, hvort þeir hafa ekki upplifað áfalli eða upplifað áfall, að taka þátt til 1. maí og við varum afskaplega þakklátt fyrir þeirra framlag. Það eru kannski fleiri í sömu sporum og ég. Mér fannst ég vera búin að svara þessu en ég er með svolítið gullfiska minni, þannig ég var ekki alveg viss. Þannig ég fór inn á heimasíðuna og skráði mig inn með símanúmerinu eða persónu skilríkjum og þá fékk ég bara, þú hefur annarkvort lokið þáttöku eða eitthvað, þannig ég var ekki alveg með á hreinu en þá er hægt að koma að staði með því bara senda okkur póst. Til að vera alveg viss. Bara áfallasaga@hi.is og við getum kannað fyrir ykkur. Því að það er frábært ef sem flestir taka þátt. Og maður ætti að hafa fengið það ekki ef maður er aldrinum 18 til 69? Já, það ætti að hafa fengið boð. Við höfum samt ekki náð kannski til allra kvenna. Við höfum sendt SMS eða boðsbréf. Já, bara svona sniglapóst. Já, en við fáum alveg helling endursent. Fólk hefur skipt flutt eða... Þannig ef fólk kannast ekki við hafa fengið neitt frá ykkur, þá bara getur það haft samband. Farið fyrst inn á áfallasögun og reynt að skrá sig inn eða bara haft samband. Já, bara áfallasaga.is, byrja þar og aðtók hvort þú getur skráðið þar inn. Þannig að það væri mjög gott skref. Og það er ekki þannig að ef þú hefur ekki fengið boð að við viljum ekki fá þig inn í rann. Það er alls ekki þannig. Við viljum fá alla konur inn. Akkurat, 18 til. Og svo er líka 70+ hópurinn sem er svo guðvelkominn þó hann hafi kannski ekki fengið SMS eða neitt. Þá eru þær líka auðvitað. Já, þetta var bara, það er dýrt að boða í rannsóknina og við höfum meira sér líka verið með fyrirtæki sem hringir eftir SMS-ið til að hvetja til þáttöku. Þannig að þetta hefur verið tekið mikið tíma og nokkuð kostnaðarsamt. Hvernig svona fjármagnað? Leiðinda spurning. Af styrkjum og Unnur Anna Valdimarsdóttir sem er prófessor við læknadeild, hún hefur hlotið stóra erlenda styrki sem hafa fjármagnað þessa rannsókn. Annars væri þetta ekki hægt. Nei. Og þá byggist þessi styrki sem er mjög erfitt að fá á vísindastarfi hennar hingað til. Þannig að það er alveg rosalega dýrmætt að fá að vinna með henni og þessu teymi. Frábært. Hún var einmitt leiðbeinandinn okkar í okkar doktorsnámi þannig að við svona leiðumst í að vinna með henni áfram. Hvað er þetta stór hópur sem stendur að þessu? Vitið þið það?
við erum ansi mörg sem komum að þessu. Á einn eða annan hátt. Svo við séum alltaf að gera fullt annað með, þá þetta eitt af verkefnum. Og svona margir með svona 15 manns myndi ég giska á við séum sem erum svona aktíft að vinna. Akkurat, ólík sérfræði þekking sem kemur síðan þarna saman og það líka svo dásamlegt að fá tækifæri til þess að vinna með fólki sem á ólíkum sviðum og maður sjálfur og síðan saman þá myndar þetta svo sterka heild. Frábært að fá okkur í sófan. Takk kærlega fyrir komuna. Við hvetjum konur 18 ára plus að bara taka þátt. Endilega. Náum 30.000 viðbót fyrir 1. maí. Akkurat, fyrir 1. maí, já. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.